Velkomin. Takk. Röddin hljóma vel. Já, sko, ég léttlasinn í dag. En þú trúir ekki á COVID, þannig að þú ert mættur. Nei, ég búinn að fara í test og ég ekki með COVID. Já. En ég vaknaði í morgun eins og það hefði verið keyrt á mig. Já. Og ég sendi á þig, ég kemst ekki í þáttinn. Ég leiður og lítill. Ég líður svo illa. Og settir auðvitað allt á bakið á mér. Já, algjörlega. Og sagði bara, þú verður að græja þáttinn. Já, þú verður bara að græja þetta. Já. Svo liði svona 3 klukkutímar. Ég var með Björgvin í morgun og þú veist hvernig þetta þegar maður lasinn, þá svona verður maður bara nokkuð betur og ég ekki með, ég ekki með hita, beinverki eitthvað, ég bara svona létt tussulegur og þetta hljómar mun verð heldur en þetta Já. Þetta hljómar ekki vel. Nei, þetta hljómar ekki vel, en mér líður vel. Já, það gott. Svona, þannig séð og ég fór fekk mér ný föt. Já. Mættir auðvitað bara ógeðslega veikur í verslunum. Með grímu. Með grímu, já, auðvitað. Með grímu. Og ekki með COVID. En bara með allt hitt. Já, allt hitt sem í boði. En hingað ég komin. Já. Ég sendi á þig, bara þið gamli. Ég var sáttur með það, sko, ég var bara, ég að fara að græða eitthvað gest, bara... Á 6 klukkutíma? Já, neðast það ekkert hversu við sem getur komið, þú veist. Nei, einmitt. Bara eittur og búmm og bara kemistri, skiljur. Já, algjörlega. Nei, ég er mjög glaður að hafa komið. Ég líka. Mjög glaður að mér líður betur núna heldur en ég var hellaður í morgun, sko. Já. Bara hérna, sko. Aha. Já, ég Bara svo Andris Önd. Já, eins og Andris fokkin Önd. En nú líður mér eins og Jókim aðra, sko. Gott. Já. Hei, ég sé með stólum minn. Það er svona, sem ég oftast í, sem svona rifið hérna. Já, einmitt. Ég alltaf að kroppi það. Við þurfum að skipta einhvern tímann. Sæti, ég var að hugsa daginn. Já. Kannski við fáum nýja gest. Við pröfum að fá gest daginn og það var bara heldur gaman. Já, og við stefnum á að gera það meira. Og það er bara þannig. Það er bara þannig. Við slóðum einhver hlustunarmet og persónuleg hlustunarmet. Já, ekki í heiminum. Nei, ekki í þetta skipti. Nei, kannski næst. Við erum bara að gera það svo oft áður. Við getum ekki alltaf ætlast til þess. Algjörlega, við erum bara að brjóta grein með. Já, sko, röddi mín. Já. Það er það sem að, svona, það er vinna mín, basically er það vinna mín. Og ég er að pæli að embrace þetta dæmi. Ég veit ekki hvort þú veist Friends, en þegar Phoebe var veik, þá fengi hún svona sexy voice. Já, svona sexy voice og ákvað að vinna bara með það, skilur. Já. Þannig að ég er... Hún var auðvitað svipum stað í ferlinu sínum og þú. Já. Ég er svona... Mér langar að geta það, en í hvert skipti sem ég ætla að fara að segja að ég er að pæli að vinna með það, þá verður hún svolítið skrítin röðin. Já. En eins og þetta, ég ætla að reyna þetta. Ég vona að þetta sé ekki pirrandi fyrir hlustundur. Nei. Er það nokkuð? Ég er það sami gamli átni, með sama gamla númerið. Já. Hvað ætlaði að segja? Það var eitthvað sem ég ætlaði að segja. Ég gleymdi því. Var eitthvað Friends? Nei, árunda því. Ok. Já. Ég vona bara að þið getið hlustað fram með þessu. Það er verið að trúa, þið getið tjekkað YouTube, þetta er Árni í alvörinni. Já, þetta er ég. Þetta er ekki eitthvað bull. Þetta er ekki ykkur annar. Hvað er að frétta? Býtu. Hvað er að frétta? Það er bara fínt að frétta, sko. Er það ekki? Jú. Bara gamla góða, sko. Maður er bara þolinmóður. Bíða eftir að þetta allt endi og sem maður er búin að gera í með ár. Já. Núna og þolinmæðin hefur aldrei verið meiri. Gagnvart þessu. Það var aldeilis debönkað samsærikenningur okkar frá því síðasta þætti. Það verður viðurkennast. En málið, þið föttuðu ekki alveg, við vorum að tala með hennar nýja samning við Evrópusambandið sem kom svo nokkrum dögum seinna. Já. En samt sko, en fengum svo staðfest að þetta var til staðar, skilur, þessar samningsviðræður og allt þetta. Já. Kannski var það búið í fréttunum, ég veit ekki. Herði, ég náttúrulega, það eru 2 hluti sem ég ætla að frétta, og ég er ekki með að segja það. Ég sagði reyndar, ég misteg mig. Já, einmitt. Og er að drepast í öklunum. Já. En þú veist, ég er fínn núna. En ég er svona marinn og ókslefu bara. Svo lendi ég í því daginn. Ég var að fara á fund. Okay. Og ég var að borða með lillsystur minni og svo skuttlaði hún mér að bílum mínum. Og þegar ég steig út af bílnum, þá heyrði ég eitthvað svona öskur. Eitthvað í götunum minni, niður í bæ. Okay. Og ég er eitthvað svona að skafa bílinn létt, komið nýja sköfu og eitthvað pröfuna. Þannig ég skafa svona smá og svo tek ég restina með rúðuþurrkunum.
svo sest ég undir stýri og það kemur einhver alveg keksruglaður með svona grímu nema svona upp á hausnum, skilur hann ekki með hana fyrir andlið, hann með hana svona ón á hausnum bara einhver svona öskudagsgrímu, skilur Ok. og svona hálfétinu undirlega og ég bara og kemur bílstjórum minn og ég læsi, skilur og að skýta í mig og ég bara svona horfa á hann bara með svona eins og sem er hálfétnaðan lummu, skilur en þetta er vindill sem er svona bara rifn einhvern veginn svona sundur og er svona slá á rúðuna og taka allar snjóin á bílnum mínum og er svona slá rúðuþurrkunum mínum niður og eyðileggur rúðuþurrkunum en hann ætlaði ekki að gera það illa hann var ekki, hann, og svo svona slæra svona snjóin á þakinu og svo bara svona kveður hann mig og fer bara, ég var bara getur ímyndað hvernig ég var á það ég var nýbúinn að snúa bökluna mér, ég var bara, ég get ekki farið að hlaupa frá sem gaur eða Nei, hvað sem er, en svo var hann já, svo þetta var bara friendly neighborhood psycho bara ekki Var þetta jólasveitin? Nei, sko, eftir á þá var ég bara wow, hvað, hann hefur ekkert áttað sig á hvað hann var steiktur á því og hann var bara að reyna að hjálpa mér Friendly neighborhood hann var bara rétt fyrir út á rúðuna mína bara taka allar snjóin á bílnum minn þetta var þegar hann var ógeðslega mikið snjór allt í hennu og bíllinn var allur snjó og svo Hann var bara að fattaði ég hjálpa þér já, en hann áttaði sig bara ekki á hvað þetta var létt óþægilegt sko þetta var létt óþægilegt fyrir mig sko og hann var svo aggressífur að taka snjóin og slá rúður Varst ekki þetta að myndi skemma bílinn eða? Rispan eða eitthvað? hvað, heyrðu vinur hættu þessu eða skilur, ég bara þægði bara og satt bara stjarfur inn í bílnum bara Er horfa þetta á að hann opna hurðina eða? nei, hann gerði ekki neitt hann tók bara snjóin á bílnum mínum og ég fattaði svo eftir á bara vá, þegar bílinn hitnar og ég hefði kannski verið á rauðu ljósi og stoppað það hefði kannski snjórinn á þakinu farið fyrir gluggan, hann var að reyna að bjarga mér Heldurðu að þetta gæti hafa verið draugur? Andi sem var að hjálpa þér? Já Já, ég held það Nei, þú veist, þetta er allsveg alveg þú veist, ég er alltaf pínir í bæ og það er alveg stundum svo creepy, sko Ég trúi því og þú veist, þeir eru að koma heim sint, skilur og maður er bara eitthvað, svo heyrum allt í bara maður er bara, hvað bara einhver hljóð bara úr einhverjum svona garði, skilur, þú veist, maður er bara og þarna sá ég hann bara og svo, þegar ég var líka daginn áður var ég að taka svona Vice marathon og var eitthvað svona, ég horfði reyndar ekki að en ég sá bara hvað heitir það, svona covermyndina því Já, að eitthvað svona psychedelics eitthvað og fullt af fólki með grímum já og pældi ekkert meir í því þangað til ég sá bara eitthvað gaur með grímu skafa á bílnum mínu öskrandi búin að éta eitthvað vindil og eitthvað þetta var alveg hella sko Elsku kallið minn já og ég held að mér ég er búin að segja mjög mörgum þetta Já, en ekki mér ekki þér og ég vildi segja þetta hérna Ég kann að meta það já og ég sá svo eftir að hafa ekki Tekið þetta upp já, en ekki til að senda út allt, bara til að geta sýnt fólki út þetta er svo ógeðslega þetta er svo ógeðslega ég var bara svo hræddur að myndi, þú veist einhvern veginn taka þig illa Einmitt skilur og snúast gegn mér og svo var ég eitthvað svona kannski hefði ég geta þóst verið í símanum Já, en þá hefði kannski haldið ég var hringi lögguna og snúist gegn mér það síðast sem þú vildir var að hann myndi snúast gegn þér já Í hans huga var þetta hann og huginn á móti snjónum já, og við unnum Þið og þetta er bara saga sem ég get sagt frá en ekki sýnt neinum út af því að Heldur þú myndi þekkja hann að þú myndi sjá hann á götunum? ég held ekki ykkur, ég var að pæla í því en ég var í svo miklu paniki ég var svo stjarfur, ég vissi ekkert hvað var að gerast og ég var rosa mikið bara svona horfa á munnina á hann bara hvað hann væri með hérna sko og þetta er svo mikið panic moment skilur, hann bara kemur bara eins og eitthvað zombie og ég bara læsi hurðinni og hann er bara, ég seti undir stýri og hann er bara 30 cm frá mér skilur, að skafa bílinu Þetta minnir mig á, ég sé þetta fyrir mér eins og hefur sér guffagrín já, Manstu þegar Stórfótur var þegar þeir voru að tjalda og Stórfótur var að chilla fyrir utan bílið þeirra og var eitthvað að rugga bílnum og eitthvað nei Ok, þetta alltaf minnir mig á það já, þetta var nefnilega svona já, eftir á, þú veist, var ég svona hvernig leit hann út, ég mundi bara til grímunni og Hvernig grímur voru með? ég man ekki hvernig grímunni, þú veist, þú hafa með hann ofan á hausnum, skilur, hann var svona með svona teygju, skilur Shit svona, já, þetta var bara eitthvað svona ekki trúða, en þú veist Eitthvað svona creepy shit já, eitthvað svona abstrakt Það er fígúra, ekkert sko eðlilega steikt já,
Þetta var mjög fyndið. En annars ekkert að frétta, sko. En að þér. Það ekkert samanbróðið þetta, sko. Já. Bara, ég var heima með Helga helgina. Já. Það var bara fínt. Já, geðvitt. Gott að fá að spila. Já. Og var það, hverju voru fleiri? Ég horfði ekki. Nei, Jakob Fríman. Úr Stuðmenn. Koppi, kallinn. Koppi Frí. Var Koppi Frí að syngja? Já. Og svo stelpar sem heitir Salome. Saló? Sama Lóló. Sama Lóló og Koppi þarna? Já. Svo ég held það ekki neitt annar. Alltaf, já, þetta var bara fínt, það var bara stemming. Og náttúrulega Holy Bee, sko. Já, Holy kallinn. Hann ekki þér. Holy fuck, eins og þú kallar hann. Hann var mjög fyndinn. Ég man eins og þegar ég var hérna, ég man ekki hvað tónleika voru í Gamla bíó. Og ég, Aron Kahn og Salkasól, hérna, það var held ég í jólatónleikana hann skauta fyrstu. Og Helgi mætir eitthvað, eða heldur hann sé á seinna eitthvað. Og við erum eitthvað að rugla við ákveðum að spyrja hann hvort hann vilji hafi áhuga að leika í bíómynd sem heitir Good Cop, Bad Cop. Það sem að, maður stættir þessu? Já, ég var með eitthvað. Já, það sem að, hérna... Hann og Aron Kahn. Já, það sem að hann og Aron Kahn væru löggur. Ég var eitthvað svona troublesome boyfriend hennar Sölku. Já. Og það sem að Helgi væri hann að Good Cop og Aron Kahn væri Bad Cop. Já. Og vorum að útskýra sögur þar á fyrir honum. Og hún les svo helviti vel á þetta. Hann var ekkert eðlilega til í þetta. Já, en hún fannst samt að þetta ætti að byrja í sem stuttmynd. Já. Hann var svona, ekki betra að gera þetta í stuttmynd fyrst. Hvernig vil ég fá til að leikstýra þessu og hvernig að framleiða þetta? Já, við byrjuðum bara sem eitthvað létt grín, svo vorum við bara búin að nefna fullt af nöfnum og hann bara til í þetta. Það var ógeðslega fyndið. Hann er kókurinn. Já, hendur okkur í The Good Old. Ég er hættur það. Hafquiz og nördquiz. Nice. Ég held að ég hef byrjað síðast. Já, ég held að sé rétt hjá þér. Þannig að ég ætla að byrja núna. Já. Og ég er með mjög góða spurningar í dag. Já, ég myndi segja að ég væri með nokkuð góða líka. Já, ok. Ok. Má ég sjá. Númer 1. High School Musical. Já. Það sem að kemur oft upp í þessum þætti. Legendary bíómyndir. Já. Með Zac Efron og Vanessa Hudgens í aðhlutverki. Já. Það myndir koma alveg oft upp. Já, það koma alveg eiginlega hættulega oft upp. En hvað hétu karakterar Zac Efron og Vanessa Hudgens í High School Musical? Gabriella og Troy. Er það lokasvar? Já. Yes! Það er rétt. Ég er að spá að fara ykkur aðeins, við erum alltaf rekast í þetta. Aha. Já, þú ert í þessu. Sko þegar fara ykkur aðeins fram? Já. Smá technical difficulty. Já, ég er alveg til í það. Yes, maður, ég hef hurti að hugsa þetta aðeins. En leiði náði Gabriella, þá myndi ég Troy svo mikið, típist eitthvað jocknafn. Já, ég var með ég með þess að googlaði full name, Það er Troy Bolton og Gabriella Montez. Já. Upp á síðkastið hafa verið mikið af... Er ég ennþá í þessu? Já. Heyrist þetta eitthvað? Ég veit ekki, það sést bara á vídeónu. Já, Ok. Í fréttunum upp á síðkastið hefur ákveðið fjall verið svolítið mikið í fréttum, út á sorgarfréttum. Já. John Snorri. Já. En mín spurning er, hvað er K2 fjallið hátt? Ég ætla að segja að það sé 8.600 metra yfir sjávarmáli. Lokasvar. Já. Ég verð ekki að vera þetta. Aha. 8.611. Nei! Já. Oh my god, ég hef farið smá fíl, það er ekki gefið mér rétt fyrir þetta. Já, þetta gefið rétt fyrir þetta. Ég vissi að það var yfir 8.000, Já. Já. Eitt á boys. Eitt emoji. Djöfull erum við glaðir í dag. Já. Heyrðu, við erum búin að gera heiðursmanna samkomulag að ef að allt verður í lagi og að Gunnar Nelson fari út að keppa í Las Vegas, þá förum við félagarnir. Já. En á ferlinu sínum, MMA-ferlinum, hvað hefur Gunnar Nelson, ég ætla að gera hana aðeins auðvöldra fyrir þig, hvað hefur Gunnar Nelson unnið marga bardaga? Ég ætla að beðja full fight reportið þarna, en ég ætla bara að segja hvað hefur unnið marga á MMA-ferlinum. Ég ætla að segja 16 bardaga. Er það lokasvar? Já.
Ég er ekki langt eða? Nei, 17. Ói. Já, tæpum maður. Já, og hann hefur tapað 5 eða ekki? Jú, Já. og 1 játtöfli. Já. COVID hefur nú verið svolítið í fréttunum á Íslandi. Og þetta svona, já, en hvað hásekt fyrir að brjóta sóttkví? Og spurningin allt að einhverju tölu. Já, ef ég man rétt þá það allt að 250 skalli. Lokasvar. Það rétt. Yes. Ok. Við erum svolítið heitir í dag. Já, ég fikk ekki síðustu rétt en ég var nálægt. Nei, samt munaði einu. Já. Heyrðu, þetta samt svakaleg keppni, sko. Já, ég veit að sko 250 skall að því mér finnst það allt og lítið. Já. Mér finnst nánast, En allt að, hvað meinarðu, þetta hversu illást brýtur að þér eða? Já, nokkulega. Þú veist, ertu að fara í kringluna eða ertu bara... Já, það ekki gaurinn, það bara 12 skall og... Mér finnst sko, þú veist, að því að þeir yfirvaldið Já. eru að sérst, flokka þetta sem Fucking yfirvaldið. Fucking yfirvaldið. Sem svona rosalegt dæmi, skilur. Tala bara um að þessi, þú veist, allar aðgerðir benda til þess að þetta sé bara það alvarlegasta sem hefur gerst í heiminum. Af hverju þá, mér finnst þá miða við það að, þú veist, það ætti að vera bara ekkert eðlilega hásækt. Þú veist, það ætti að vera bara 3 milljónir, skilur. Ef þú ert að koma til landsins á þess að vera í sóttkví, þá bara 3 milljónir eða eitthvað. Af því að, þú veist, ef þú ert tekið með 3 epilur, þá það sko, tilnættu manndráps. Aha. Já, þú veist, ef þú ert að selja epilur, þá það tilnættu manndráps. Ég sá líka að ef þú brýtur einangrun alltaf 500.000. Já. Ok. Þú ert í einangrun, skilur, þá ertu með sóttkví, sko. Nei, þá ertu með COVID, já, einmitt. Það ekki með sóttkví. Alltaf 500 skall, það samt ekki neitt, sko. Þú veist, miða við allt umstangið í kringum við það, skilur. Segjum sem með COVID og einhver segir, heyrðu, mætingað og fær 700.000. Einmitt, viltu koma að taka þetta giggina fyrir 1 milljón? Já, ég til í það. Já, græði 500.000. Talandi um COVID. Já. Okkar menn í Pfizer. Pfizer. That's Pfizer! Þeir sem sagt... Allir að þátt sér. Allir í Pfizer. Það... Já, við vorum sérst erum að fara að fá fleiri skammta frá þeim og þeir eru búin að vera mikið í umræðinni. En hvaðan lyfjafyrirtækið, Pfizer? Trick question. Það málega? Ég veit ekki, ég hefði ekki skáð Þýskaland eða eitthvað, en svo líður mér að þetta sé bara bandarískt fyrirtæki. Nei, þetta það ekki. Ég segi bara Þýskaland. Lokasvar. Þetta bandarískt fyrirtæki. Ói, ég vissi það! Þetta var trick question. Já, þú þurftir að fara með your gut feeling annað, sko. Já, ég veit það. Ég vissi það alveg. Ég reyndar í verðarveikina, ég stali þessari spurningu. Frá Vísi. Þeir voru með svona, hversu vel ertu búin að fylgjast með fréttum? Já, ok. Eru með það vikulega? Ég náði 10 í gær, af 10. Vel gert, maður. Hvað fyrir? Heyrðu. Það svona þegar maður atvinnulaus og maður ekkert að gera nema að lesa fréttir. Já. Heyrðu, það daginn fengum við Íslendingar okkar fyrsta markmann til að spila í ensku úrvalsdeildinni. Sko, mér líður samt, ég veit þú fylgist ekki með fótbolta, mér líður samt eins og þú vitir þetta. Ok. En hver fyrsti íslenski markvörðurinn til að spila í ensku úrvalsdeildinni? Ég þekki bókstaflega 1 markmann. Ok. Og það er Hannes Halldórsson. Er það hann? Lokasvar. Rámt, hann í Val. Þetta Rúnar Alex. Ertu ekki búin að sjá, hann allstar í fréttum. Ég veit ekki hvað það er. 95 mótilega úr Vesturbænum. Hann bara 40.000 pund á viku, bara millu á dag. Til hamingju, Rúnar Alex. Já, til hamingju. Meina ekkert illt með þessu, þetta er ekki mitt áhuga þessu. Nei, en hann búin að vera að fá stundin í hita. Og það hann stóð sér illa í einum leik. Hvað, smá stressaði bara fyrir fyrsta leik og... Nei, þetta var ekki fyrsti. Fyrir 3., 4., 5., 7. sinn. Það var smá stressaði fyrir þennan leik og það bara allt í hennu drulla yfir hann. Já. Ég myndi nú reyndar ef ég verið hann, þá myndi mér vera drullu sama hversu mörg ég myndi fá með mig, sko. Með mill á dag. Já, með mill á dag. Ég myndi ekki mæta, sko. Þá fengir ekki mill á dag. Heyrðu, staðan er ennþá 2-1 held ég. Já, pældi ég hvað hættulegt fyrir fótboltamenn. Allan í England það þannig að þeir fá borgað hvern föstudag. Shit. Já. Það og sko, þeir fótboltamenn sem maður svona strákar sem eru mikið í fótbolta, skilur þeir eru ekkert endilega að hanga heima þessar helgar, sko. Nei, líka bara þú veist, eða átt við eitthvað gambling issue eða eitthvað, sko. Þú veist að
svo auðvelt bara að ég fæ peninga morgun Einmitt. eða peninga til 4 daga Já. þú ert ekki að bíða fram á mánaðamótum sko. Nei, einmitt. En já, Ég stundaði þetta mikið svona 2015 kannski, þá fekk maður yfirleitt borga á staðnum sko. já. Og þá var mjög auðvelt að Þú gerir upp í skatt samt, ekki? ég sjálfsög Já. það var Sjálfsögð. já, maður fekk stundum borga á staðnum og það var mjög auðvelt að sko réttlæta fyrir sér kannski, þú veist, ok, það er föstudagur ég á 30 skall ég ætla að fara á eðanum á djaminu af því að, 15 skall á honum. nei, bara eða þessum 30 skalli af því, Fyrstu á 60 skall fyrir gigið, út á skattinum. nei, ég er að segja, skilur ég á 30 skall Já. á morgun er ég að spila Já. þannig að ég ætla að eða þessum 30 skall á djaminu og svo fæ ég borga á morgun Já, já. en svo náttúrulega kannski bara endaði maður að krýta aðeins og endaði þessu bara í mínus morgundi Já. það er bara svo það er En svo kom hennur helgi. svo kom önnur helgi og þá gerist þetta aftur Heyrðu, Valentínusardagurinn var í vikunni Alveg eðislegur dagur. indislegur dagur ástæðarinnar Já, allir dagar eru dagar ástæðarinnar hjá mér ég veit það. ég er ekki hvað það er ástipáll fyrir ekki neitt fyrir ekki Nei, neitt ég veit það. Heyrðu, en hvaða vefsíða Já. var stofnuð á Valentínusardaginn árið 2005 Sko, ég skal gefa þér smá hint af því að- já, sko, það er ok, gefum smá hint. ok, þetta er svona topp 5 ef ekki topp 3 stærsta vefsíða í heim Já, sko, fyrsta sem mér dættu 2 síður hug, ok, út á kemur spurningu. Annarkvort YouTube eða Pornhub. Ói Síðan sem þú ert alltaf á. auðvitað kemur með það Nei, tvær og það- uppáhaldssíðurnar hennar Út að þetta var típist eitthvað svona markasetning, eitthvað svona Valentínusdagurinn 1 eitthvað. ok, En ég ætla að segja YouTube. Út af því að mér líður eins og það að við stofnað á svipin tíma. Ná, eða Facebook. YouTube. lokasvar Nei, Facebook, lokasvar. Já. það er YouTube Í alvörinu? já, ok, þú verður að fara with a gut feeling maður þú ert að efast sjálfa þig Þú ert alltaf glottandi eitthvað í að eðilega stólnu bara með iPadin og kjöltinni. Þetta kenna mér um þetta ég held að vera svo góð stemming hjá okkur maður Nei, ekki lengur. what the fuck Herru, ég er búin að klúra 2 hérna. það er samt bara 2-1 sko Já, ég veit það. En ég er með 50-50 spurningu núna, sko. ok, Leikarar, oft virtir, aldrei hunsaðir. Það er svo að þetta sagt um það það. er það sem er alltaf sagt um leikara En hvor er með hærra net worth? Leonardo DiCaprio eða Ólafur Darri? Nei. Leonardo DiCaprio eða George Clooney? Úf, heyrðu, ég eiginlega veit þetta það er George Clooney út af tequila hennans lokasvar Það er rétt. Leo, Líó er samt ekkert eðlilega hárið, ekki? eða $260 milljónir. Já, og hvað er George Clooney, 600 eða? 500. Og ég vil líka taka fram að, þú veist, allar networth spurningar eru af networth síðum. Já, það er já. ekkert, það veit enginn alveg nákvæmlega hvernig þetta liggur, sko. Nei, mitt Já. Ok, fyrst að þú ert komið með leikarspurningu þá ætla ég að svissa 2 síðustu spurningum hjá mér Ok. komið með leikarspurningu þetta er í rauninni, maður sjá þetta er í rauninni bara, jú, þetta er allt leikar líka söngurar, ok hver af þessum leikurum og söngurum er frá Bandaríkjunum? Avril Lavigne Keanu Reeves Ryan Reynolds Pamela Anderson Ryan Gosling Lady Gaga Bara einn frá Bandaríkjunum. einn frá Bandaríkjunum Það er hella. er þessi ekki góð, það? Þessi geðvik. Það er Ég hef þessi ekki aftur hugmynd, sko. Já. Avril Lavigne Já. Keanu Reeves Já. Ryan Reynolds Já. Pamela Anderson Ryan Gosling og Lady Gaga Ég er nokkuð sem Avril Lavigne sé frá Kanada. Og þegar ég var að horfa á hérna Punk'd Einmitt. daginn. Og það er pottitt svarið. Avril Lavigne. Og byrju, gef mér þetta einu sinni. Já, hver af þessum er frá Bandaríkjunum? Já. Avril Lavigne Já. Keanu Reeves Já. Ryan Reynolds Já. Pamela Anderson Já. Ryan Gosling Já. og Lady Gaga Keanu Reeves, lokasvar. Lokasvar, Já. það er rámt Lady Gaga er eina sem er frá Bandaríkjunum allir hinn er frá Kanada Já.
The Canadian pop singer Avril Lavigne. Þetta er samt, ég er stoltur af þessari spurningu. Já, þessi var mjög góð. Ég var að vonast til að þetta væri eitthvað svona Drake, Idris Elba eitthvað svona, en þetta er bara alltaf ameríski leikarar. Já, sko ég var með Jim Carrey og Justin Bieber á listanum. Já. Ég tók það út af því að ég bara, what, er Ryan Gosling frá Kanada? Já. Og Ryan Reynolds, hann er einhvern veginn svona geðveit svona American, nei, bara frá Kanada. Ótrúlegt. Heyrðu, það eru 2 spurningar eftir þér, það ekki? Jú. Okay. Hvaða lag er númer 1 í Bandaríkjunum á Spotify these days? Bara akkurat núna? Eða bara í dag, já. Ok, þetta er góð spurning. Sko, það er annarkvort Driver's License. Býtu, hvað eru huge lög í dag? Það er Driver's License. Það komið smá óvart. Já, einmitt. Svo er lagið með Lil TJ og hérna Black Bear, eða ekki? Nei, Six Leg. Six Leg, heitir hann það? Það heitir Black, kallar sig Black, hann heitir Six Leg. Félagi minn Six Leg. Six Leg. Mér finnst þetta betra heldur en Black. Bara ég heiti Black og hvernig skrifar það? Það er hérna Sex, L-A-C-K. Já. Ok, býtum nú við. Það er Driver's License eða Save Your Tears með Weekend. Já, Weekend er vel hár, með nokkuð lög í top 10, sko. Já, hann er huge, sko. Hann er alveg fáralega efnilegur. Hann á framtíðina fyrir sér. Hann á framtíðina, ég er að spáða því að þessi ykkur eigi alveg eftir að vera í nokkur ár, sko. Hann er ungur og efnilegur. Já. Ég man að Gauti var hérna alltaf á pirraður bara alveg frá áriðinu 2001 til 2017 eða 2018 að því að það var alltaf verið að segja að hann var efnilegur. Já, ungur og efnilegur tónlistarmaður bara búin að gefa út bara 4 plötur og búin að vera í þessi 20 ár. Ég ætla að segja að ég man ekki hvað lagið með Lil TJ heitir. Ég veit að það er númer 1 á Íslandi. Það var það allavega. Ég ætla að segja Driver's License. Lókasvar. Já, Lókasvar. Það er rámt. Það er Lil TJ. Calling my phone. Calling my phone heitir það. Já, einmitt. Djöfullin. Jæja. Það kom mér á óvart. Ég veit ekki hvað lag þetta er. Nei, það er búið að hæpi kríku það. Ég ekki heyrt það, sko. Nei, það er ekkert sérstætt, finnst mér, sko. En ég fílar endar Lil TJ, sko. Ég held þú myndir ekki vita hvað lag þetta var. Þess vegna sagði þetta kom mér á óvart. Já. Ég held þú myndir fatta það þegar leið og lemdir Lil TJ ég hafi sagt að það kom mér á óvart. Já. Þá var ég bara, hann já, er bara náður ég með gruna að það væri það. Ég bara mundi ekki hvað hét, sko. Nei. Þá, hérna, ég gæti ekki fekk. Þá fjallið þetta svolítið sjálfur sig. Já. Jæja. Það var það þú. Ég get ekki eins og jafna. Loka spurning hjá mér. Staðan er 3-1. Já. Konur. Við elskum konur. Þú elskar konur. Engin kona elskar þig í augnablikinu. Já, mamma mín. Mamma þín, já. Systur mínar og amma mín. Já. Frænku mínar. Já, þú veist. Sara líklega. Já, þú veist. Er það eitthvað búið dett úr því, eða? Svona aðeins. En hvenær er konudagurinn í ár? Nú er svo sett. Er hann ekki búinn þá? Nei, hann er ekki búinn. Ég skal gefa það. En hann er... Þannig að þú gefur mig það, ég hef bara 297 daga til að vinna úr. Sko, bóndadagurinn, sprengidagurinn, bolludagurinn, öskudagurinn, konudagurinn, þetta er allt svona svipuðu reiki. Það er ekki langt síðan bóndadagurinn var, það er ekki langt þangað til að... Það er bolludagur í dag. Það er bolludagur í dag, já. Sprengidagur á morgun, öskudagur hinn og svo er konudagurinn á 5. Er það lokasvar? Nei, hann er á sunnudaginn. Er það lokasvar? Já. Já! Vel gert. Ég myndi svo það var á sunnudaginn. Já, sunnudagurinn 21. febrúar. Já. Býtu, wow, það fer að styttast í hérna, já, 3-2. Það er hérna... Ég verð að viðurkenna, mér finnst við hafa verið fáránlega góðir í dag. Og það öll svörum, við erum búin að vera mjög nálægt öllum. Já, klálega. Mér finnst það geggjaður liður hjá okkur félag. Já, samanlega. Heyrðu, við erum á síðustu minni. Heyrðu, já, þetta er ekki búið. Já, ok. Þú getur unnið 4-2. Björgun Halldórsson. Já. Oft þekktur sem pabbi Svölu. Já. Vinur Bubba. Já. Og featureið þitt. Já. En hvað hefur Björgun Halldórsson gefið út margar plötur? Og ég er sko... Ertu að fara eftir Spotify? Ég fór eftir Wikipedia og Spotify. Okay. Ertu að telja safnplötur með? Ég held það, já. Ok. Þú veist, ef að þú... Við finnum bara út í því. Já, ég er ekki með þetta, sko. Ég myndi giska á kannski 12 plötur.
Lokasvar. Það eru 29. Já, það er bara sko... Ég kannski gef ég þér þetta, út ekki talað frá. Ég var þrefalt á þetta, sko. Já. 29 plötur. 29 plötur, maður. Það er svo... Ég ákveður ekki skeið á 12. Já, byrju, að ég lesi upp fyrir því annar listan. Það er örugglega geðveitt content. Já. Þó líði ár og öld, Já. 69. Ég syng fyrir þig, 78. Jólagestir, 87. Allir fá þá eitthvað fallegt, 89. Jólagestir 2. Já. Ég nenni ekki að segja árið lengur. Nei. Yrkjum Ísland, þó líði ár og öld, 1994. Já. Er það einhver safnplata eitthvað? Einmitt, það er það. If It's Gonna End in Heartache. Ok, ég hef ekki heyrt hana. Og það er núna skástrík If It's Gonna End in Heartache. Já. Og núna, þetta er ekki einhver ensk, hann gerði þetta á ensku og íslensku. Einmitt. Jólagestir 3, Allarleið heim, bestu jólalög Björgvins, jólin, á hverju kvöldi, eftirlýstur, ég tala þig. Eftirlýstur er svo hart nafn á plötu, sko. Já, ég sá líka coverið. Já, geggjum með kúrikatinn. Brúðarskórnir, Duett, Manstu það, Ár og öld, Manstu það. Björgvin ásamt Sinfoníuljónsveit Íslands og gestum, Björgvin, bara heita bara, Jólagestir 4, Jólagestir Björgvins í höllinni, Duett 2, Gullvagnin, Duett 3 og 2 í viðbót sem eru bara, það er ekki kannski búið að uppdata hérna. Wikipedia. Já, í smá tíma. Ég trúi því og ég kemi jólinn til þín. Já, ég trúi því er svo skemmtilegt koncept. Það er bara 40 lög Já. og allt eitthvað svona trúarlegt. Eða þú veist, þetta er allt svona sálmar. Það hljómar alveg geðveikt. Nei, þú veist, getur þú ímyndað þér hvað er gaman að setjast niður, skróla í gegnum þetta og finna eitthvað vangefið hart, eitthvað guð sampl og gera eitthvað svona Meek Mill beat úr því. 2,5 tími, sko. Já, einmitt. Þetta er bara eins og Óskarsverðlauna mynd, sko. Já, maður bó, fucking kongurinn. Þetta kom mér óvart. Hann gaf líka út plötu með Jón Jónsson. Nei, er það ekki bara duett? jú. Ég held að það er gert bara dögun tæp plötu, bara strákanir. Já, þú veist, það er hérna Duett 3 á, sem sagt, hérna, Spotify. á Spotify hérna á Wikipedia stendur, maður, Duett 3, bara Björgun Halldórsson og Jón Jónsson saman. bara Duett 3 2013 with Jón Jónsson. Já, ok. En það er kannlega kæri vinur, lagið. Já, einmitt. Þeir rugla stundum á netinu. Það er ekki hægt að taka öllu sem heilugu salleik. Ég þurft að brenna mig á því, þessari keppni. Segðu. Pubquiz og nördquiz. Þetta var feil. Já, þetta var... Nei, ég vil geta bara til að loka liðnum, sko. Já. Svona outro. Já, ok. Þú hefur kannski getað sagt það við mig fyrir. Þá varum við ekki sem aðstæðum sem við erum í núna. Það sem mér líður óþægilega. Já, okkur líður báðum óþægilega. Ég var að taka hérna fermingarspjall. Já, tökum smá fermingar. Því, sko, mér datt í huga ræða þess fermingar að því að út af röddinu mín eins og hún þá líður mér smá eins og ég sé að fermast. Já. Átt þú einhverja skemmtilega fermingarsögu? Þú ert svolítið svona, þú og Lalli félaginn, þeir eru búin að vera svolítið svo wedding crashers í gegnum árin nema alltaf að crasha fermingar, eða ekki? Já. Nei, já, sko, ég náttúrulega, ég fermdist í Danmarku. Ok, konfirmation. Konfirmation, já. Og, hérna, já, það voru skrítið. Slóðu út á laginu hvað ég var góður í dönsku. Já, ég var bara, wow. Confirmation. Confirmation. Ég líka fælt í þetta heitir confirmation. Já, þú ert confirming your belief. Þess vegna heitir þetta confirmation. Já. Þú ert að staðfesta trúna þennan. Já, ég náttúrulega, þú veist, leitferma mig í súismatrú. Við þurfum að fá þá, maður. Já, en nei, sko, ég fermdist í Danmarku. Ég var í svona, og þú veist, ég var í úlingadeild í skóla sem var svolítið frá mér. Til að puff, passa þetta vatn. Já, það er verið. Þannig að ég fermdist, þetta er raunin svona svæðiskipt. Þannig að allir bekkurinn fermdist ekkert saman. Nei, það var þeir sem voru í blágenginu og þeir sem voru í rauðgenginu. Já. Nei, þú veist, að þeir sem voru, þú veist, þetta, já, bara svona svæði, bara eins og, þú veist, Grafavogur. Þetta er eins og Grafavogur, Árbær og Breiðholtið var í sama skóla. Já. Og þeir sem er í Breiðholtinu fer maður saman, þeir sem er í Grafavoginum fer saman. Einmitt. Þannig að við vorum bara eitthvað 12 eða eitthvað. Ég ætla að fara úr peysunni, ég er samt að hlusta á þig. Já.
Og þetta voru smá spes ári á kallinum, sko. Mamma og pappi nýskilin Já. Og hérna... Það var eins hjá mér þegar ég fermdist. Já, og það var ekkert hérna... fjárhagsstaðan hafði verið betri og hérna ég fermdist í hérna Tríi, rétt fyrir utan Órhús. Já, ég fermdist í Bönnurup, rétt fyrir því. En veislan var haldin í Tríi fyrir utan Órhús. Og ég mjög margir af íslensku fjölskyldum minni kom. Já, gerðu sér ferð bara til DK. Já, kom bara fyrir fermingunum mína og einhverju nokkri vinir mínu sem voru eldri sem voru búin að fermast. Og það er svona og komið til Órhús, þetta var alveg ferð skilur fyrir 15 ára krakka. Er ferming í Danmörku stærra mál heldur en hérna heima? Eða bara svipað? Ég held að það sé stærra, sko. Og þú veist, svo færið pening og eitthvað svona og ég fekk eitthvað pening. Hvað veistu mikið pening? Ekki mikið, sko. Ég man ekki hversu mikið en það var ekki eitthvað mikið, sko. Ég man nákvæmlega hvað ég fekk mikið. Hvað veistu mikið? Ég fekk 420.000. Aha, þú veist, mun meira en ég, sko. Já. Ég man ekki alveg hvað ég fekk. Ég held 2 fermingaveislu, sko, af því að mamma og pappa voru skilin og mömmu og pappa megin, sko. Já, ég held bara eina. Þau voru bara bara fjölskyldu báða megin eitthvað. Og hérna, ég man ég fekk 12 og einhvern pening en svo í Danmörku sem heitir Blár mánudagur. Það sem að... Já, ég hef heyrt þetta. Já, sem að allur bekkurinn fer saman. Sko, ég fermdist, þú veist, 1,5 tíma frá það sem ég bjó, sko. Ok. Eða helt veisluna. En svo þegar, þú veist, á Blá mánudag heitst þetta bekkurinn, tekur lest til Órhús, það sem veislan mín var, og fara að versla saman. Fyrir peningin sem að, hérna... Ok. Já. Og... Þú fyrstu bara hamburgara og... Ég man að ég keypti hérna það var það sem ég kynntist Prison Break. Já. 2010, ég keypti fyrstu 3 seríurnar á DFD. Kikkið. Og hérna svo horfði ég á það og lánaði öllum. En ég man líka að við vorum alltaf að skrópa í hérna fermingafræðslu. En það var miklu meira mál fyrir mig heldur en þú veist krakka á Íslandi það sem að við vorum að taka, þú veist, rútu allir bekkurinn einhvert og svo hefur hérna ég veit svo mikið hvort að krakkar hér gerir það ekki líka en ég held að sé bara skólanum þeirra. Það er í kirkjunni. Já, og það er oftast bara í bænum eða ekki sem að þau eru í og rútubílstjórinn fór með okkur í vitlausan skóla og þetta var svona eitthvað flakka milli skóla hvar við fórum í þetta og hann skildi okkur eftir og svo var það ekki þar þannig að ég og 3 félagar mínir notuðum hérna miskilling til að bara kenna rútubílstjórnum og fórum bara húkum far heim til mín og þú veist það var kannski 20 mínútur frá það eitthvað húkum okkur far og svo erum við heima í PlayStation svo kemur mamma heim PlayStation svo kemur mamma heim og það verður allt bara jála og ég segi henni take a chill pill maður ég er bara með boysrunum að chilla kúplaði niður, við erum að spila hérna ég get ekki pása leikinn mamma, við erum að spila á netinu og hérna það var bara fyndið við vorum feitböstaðir þegar ég var í fermingafræðslu þá var sem sagt presturinn hann spilaði alltaf spila tónlist, spila raptónlist sem var svona kristileg eða sem sagt ekki eitthvað Christian rap heldur bara svona hann tók til dæmis Jesus Walks með Kanye og hann eitthvað, og svo hérna er hann í rauninni, þetta er bara bæn og þetta og svona, og svo tók hann líka Where is the love með Black Eyed Peas og hann var svo fyndið, hann var svo bara, krakkar, þetta er nett þetta er cool og ég get lofað þér því að hetjan, lagið hefur verið spilað í fermingafræðslu á Íslandi bara 100% ég fekk mér að segja skilabóð eða póstkort það var einhvern tímann eftir að við gáum út í hetjan það sem að fyrir þá sem ekki var heyrt lagið þá er viðlagið basically það opnast viðlagið bara og ég bið til Guðs þegar ég vaknaði að passa mig og ég fengi boð í fermingafræðslu ég líka ég fengi boð að spila fyrir alla fermingakrakka í einhverju hverfi þetta er 100% notað í fermingafræðslu geðvitt já okkur ekki skilu já minnst það nett bara já. Við erum nútíma Kanye og Black Eyed Peas það verður bara viðkennast já en við erum í góðu skapi að því að þó að við höfum haft rangt fyrir okkur með samsverðskenninguna þá er samt fleiri skammtar á leiðinni. Já. Í desember þá ofpeppaðist ég og ég bókaði græna hattinn 3. mars. Já. Ég er búin að afbanda það. Já.
En ég nú satt með fleiri verkefni í bíbunum. Já. Ég veit að því. Já. Þú veist af því. Nei, tjók. Þú veit að fokkast. Ég að fokki þeim að slaka það. Já, ég held að þetta verði ekkert komið alveg í lag strax, sko. Já. Ég meina við bara finnum okkur eitthvað annað að gera. Já. Þú varst að skoða helli helgina. Já. Þú varst svolítið í því þessar dagana. Já, ég er búin að vera mjög mikið í því að ferðast og skoða helli og svona. Og ég fór með Arnari Úlf og Bjarna minn okkar í helli og við byrjuðum á að fara að helli sem heitir Leiðarendi. Já. Þegar komið að Leiðarenda. Já. Þú fattaði kannski bara í miðri setningu. Ætli hellin ég finni hér. Já, það eru 2 inngangur í hann og ég hef aldrei farið inn hinum einn. Þannig ég eitthvað svona, ég hef ekki farið þannig, ég hef aldrei farið inn þennan inngang. Og förum hann inn og hann er miklu þrengri og miklu erfiðari leið og Bjarni bakkar út þegar hann sér Arnar skríða og fer eitthvað út og svo förum við inn og svo bókstaflega liggjum við á jörðinni og erum bara að skríða. Já, það var ógeðslega creepy og svo endum við bara á einhverjum enda og eitthvað svona skríða meir og við bara þorðum mikið, þannig við bökkuðum út og fórum bara hinna leiðina. Já, en það var geðveikt, sko, það var ömurlegt veður. En náttúrulega ekki inn í hellinum. Nei, það var hræðilegt veður. Það var hræðilegt veður. Já. Og bara þessi, 200 metra lapp að og frá hellinum, ég var rennandi blöður, sko. Já, ég var náttúrulega niður í stúdíu rétt, já. Og ég var að fá fólk í heimsókn. Og þau voru bara frá bílnum og að hurðinni, var bara rennandi blöð, sko. Hella, sko. En já. Það er svo, ég þarf nennir að koma með mér í helli, eða? Ég skal alveg gera það í sumar. Já. Það er geðveikt, sko. Og líka bara þegar þú ert komin alveg inn, slekkur ljósin. Það er bara mesta ró og myrkur sem þú nokkuð tíma séð. Þú sérð ekki neitt. Já. Og eins og núna, ég veit svo sem ekki að vera örglaðan í svima líka, en þú heyrir bara það sem ekki vatn að leka. Og þú heyrir bara í dropunum í kringu þig, skilur og já. Þetta er svona lett hugleyslega. Mér finnst það, sko. Þú veist, það er líka ástæðan fyrir ég er búin að fara í bara 16 hellaferðir, skilur. Ég er búin að fara í þennan helli 4 sinnum. Hann er, þú veist, kílómetrar lengt, sko. Ég er alveg til í að fara það með. Mér finnst líka svo magnað að pæla út að þessir hellar sem ég hef farið í, þeir eru á yfirborðinu. Skilur, það er opinn. Mér finnst svo hella að pæla í að, þú veist, bara einhvers staðar í einhverjum móa, bara ef þú rífur upp einhvern stein, svo er allir bara kílómetra langur hellir það. Fattar það hvað ég við? En hann er bara ekki í yfirborðinu. Þú veist, mér finnst það eitthvað svo nett, sko. Já. Og mér finnst eiginlega nettast að fara í svona hella sem að eins og þessi Leiðarendi, þú veist, þar er svona grindverk og svona kort inn í því og eitthvað. Mér finnst eiginlega nettast að fara í svona sem er bara ekkert. Já, eins og það hafi bara engin verið þar, sko. Ég fór einmitt í Surtsellir, heitir hann. Það var alveg creepy, sko, það var ófært. Gatan. Já, einmitt. Vegurinn. Við vorum búin að tala um þetta. Já, og það var hella út af því, það var ekkert. Það var creepy as fuck. En það var svona kort fyrir utan, en inn í honum var ekki neitt, sko. Það hefur náttúrulega verið mjög mikið af mannskurum á Íslandi og það er talið að mikið að því hafi verið svona mennur bara að lappa í móa og detta bara hún í gjótu og bara. Já. Það er líka ástæðan fyrir að ég er byrjaður á alltaf því fyrir hún í helli að þá sendi ég á einhvern. Bara ég er í þessum helli. Já. Og svo leti ég vita að ég komin upp. Skilur út að... Þú er aldrei sendað mig? Nei, það er út að þú svarar mér aldrei á Facebook. Ég er ekki með notifications. Já, nei, það er ekkert símsamband að neitt, skilur. Nei. Og ef eitthvað gerist, ef að eitt steinn dettur og fleiri detta með og ég lokast inni, skilur. Já. Þá er mjög næs ef einhver veit hvar ég er. Þannig þetta er svona líka létt adrenalín, sko. Já, ég trúi því. Ég fer einhvern með mér. Já. Ég lofa þér því. Og þetta er ekki ég lofa þér því. Kingið allt frá grunni ég gerða. Allir með mig gerir þetta ég sverða. Ég lofa þér því. Ég lofa þér því. Ég lofa þér því. Já. Það er komið í spilinu FM. Geðvikt. Sjáttu það FM. Já, þetta er ekkert eins og að fara í fjallgöngu. Þetta er ekki erfitt á þann hátt. Bara svona til að reyna að peppa þig til að koma með. Ég til ég. Ok. En að öðru. Sjáttu þetta Marút. Já. Það er komið að Sam Marút serískenningar. Sam Marút serískenningar.
Samarútskenninga. Í boði Marút. Já, við erum í boði Marút. Já, við fyrir þá sem að einingis að hlusta en ekki horfa, þá þurfum við náttúrulega að taka fram, við erum með 2 stóra dýrindis Marút snakkbóka. Pottet gull. Já, pottet gull. Og já, ég fekk mér einn bók helgina. Það er bara svo þegar huginn gefur út lag, það er bara pottet gull. Já, ekki platinum með það. Heyrðu, ég er með samsverðskynningu. Ok. Þetta er íslensk samsverðskynning. Ok. Til ég. 17. nóvember 2016. Ég kannski fæ svona þeir sem er að klippa þetta, ég geti fengið svona creepy music undir. 17. nóvember 2016 gefur íslenski rapparinn MC Gauti út plötuna 17. nóvember. Það er 17/11. 17 mínus 11 eru 6. Gauti er stoltur breiðhyltingur. Póstnúmerið hans er 109. Gauti gaf einu sinni lag sem heitir Einar. Í laginu segir hann: Einar, þú ert að vera 12, 6 sinnum 109 eru 654 pluss 12 666. 666. Gauti hefur oft hintað að því að hann tilheyrir Illuminati. Hann talar oft djöfulinn í textunum sínum. Og eitt dæmi er daðra við djöfulinn og ríða hann svo. Ríða djöfulinn? Já. Það er einungis meðlimir sem fá að gera það. Þannig að það er orðið svolítið common knowledge að MC Gauti hefur verið tilheyrt Illuminati í einhver tíma. En það er ekki það sem ég ætla að tala um í dag. Kíkjum á plötuna 5 sem kom út árið 2018. Þetta er seinasta plata MC Gauta eins og við þekkjum hann. Af því að hann þurfti að fórna lífi sínu til Illuminati fyrir rönnið sem hann fékk árið 2016 þegar hann gerði Vaka-Velta og 17. nóvember. Eftir það er hann látinn vita að hann þurfi að borga skuld sína við Illuminati með lífi sínu. Þess vegna byrjar hann plötuna á laginu Hræddur, að því hann er hræddur við komandi tíma. Þarna gerir hann þau lög sem hann vildi hann hefði gert. Hann var búinn að selja sál sína til popsins. Þannig að hann tekur mjög skrýtna stefnu fyrir þá sem að hlusta venjulega MC Gauta. En hann gerir Steinstjarna part 2 sem er lag af fyrstu plötunum. Þetta er algjört svona passion project. Hann fær ekki Friðrik Dór eða eitthvað á plötuna, hann fær Mælkin. Hann fær ekki Aron Kahn plötuna, hann fær Steingrím T.A.G. Þetta er bara fólk sem hann langar að vinna með virkilega og þetta er eitthvað sem hann vill klára á hann fyrir. Steingrím T.A.G. er líka minn maður. Svo tekur hann upp plötu, alveg seinustu plötuna sem er Bleikt ský og hún er tróðfull af leynilegum upplýsingum. Hann byrjar sem sagt plötuna á laginu Upp á topp. Upp á topp er það sem hann er búinn að vera undanfarin ár. Upp á topp er það sem hann stefnir að því að hann er í flugvél. Hann hefur lengi haldið í fram að hann sé flugræddur, þannig að þeir töldu að svona symbolístir, allir symbolismannum hann í Illuminati, að hann myndi fara í flugvél. Þess að látast í flugvél. Næsta lag á plötunni er Vá. Það er rauninni bara flugtakið, skilurðu, að fara á stað. Já. Næsta lag er Bleikt ský. Af því að í rauninni það sem að gerist í flugvélinni er að hún springur í lofti, hún hrapar ekki, hún springur, þetta er náttúrulega planað, þegar hún springur og hrapar svo. Bleikt ský er blóðug ský. Vá. Hvernig sá maður þetta ekki? Svo næsta lag er Þrá. Það er rauninni bara að hann hafi ekki tekið þessa ákvörðun að fara með Illuminati, að hann hafi í rauninni bara átt að harka þess lengur og gera þetta náttúrulega. Nike,
það náttúrulega bara í rauninni til að þetta eru skilaboð til ungu kynslóðarinnar ekki selja sál ykkar, gerið þetta bara sjálf, just do it. Just do it. Svo náttúrulega flökkusagan samsæriskenningin. Flökkusagan sönn að það á að drepa aukalíf það sem við komum í alvörunni í djúsin, að það verið að fara að replacea MC Gauta. Þess vegna segir hann aukalíf af því að þegar þú ert í tölvuleik og karakterinn deyr, þá kemur bara annar alveg eins. Það það sem búið að gera við Gauta. Vandamál í þjóðfélaginu. Þessi plata kemur á 2018 og hann að spá fyrir COVID af því hann veit að það að fara að gerast, af því hann partur af Illuminati. Svo kemur þetta er í rauninni bara sátt, þetta það sem að það að gerast, ég þarf að bara sætta mig við þetta, en næst senasta flugrætur, hann búinn að taka þetta í sátt, en hann samt sem áður ekki búinn að sigrast á óttanum sínum, hann hræddur við flugvélar af því hann veit hvernig hann mun fara, og seinasta lagið, hvert skellur flugvélin? Malbygg. What the fuck? Samsæriskenningin svo að MC Gauti dáinn og það sé búið að replace hann með klóna eða sem sagt eftirhermu, og hvað þarf að sýna meira heldur en þetta? Það eru komin jól. Ég þakka fyrir mig. Wow. Samsæriskenningar. Mér leið óþægilega að mér fannst að segja þetta. Er þetta satt? Þetta er bara samsæriskenning. Það er ekkert satt eða logið í þessu. Hefur eitthvað tjekkað á Gauta með þetta? Ég hitt hann daginn, sko. Já, þú heldur að hitt hann daginn? Var ekkert steikt fyrir fjölskyldur hans þegar kom ykkur annar? Ég veit ekki meir, þetta er bara samsæriskenning. Jesus. Þetta er svakalegt. Já. Hvernig líður þér? Almennt eða út af þessu? Byrjum á almennt. Allt í lagi? En út af þessu? Ekki vel. Ef að fara meira að minna? Já. Ég er til, já. Ég heldur sem ekki konu með meira að minna, þannig að við gerum bara svona. Meira eða minna í dag hef ég ákveðið að hafa Instagram-fylgjendur. Ok, ég er spenntur þessu. Og ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kling á mér. Og ég ætla að byrja á 50 Cent sem er útgangspunktur. Hann er með 26,4 milljónir. Ok. Minn en ég held. Já. Lil Wayne. Lil Wayne er með minna en 50 Cent. Það er rétt. Hann er með 13,1 milljón. Veistla. Iggy Azalea. Meira heldur en Lil Wayne. Það er rétt, hún er með 14,4. Tæpur maður. Dua Lipa. Meira. Það er rétt. Hún er með 60,6. Eminem. Minna. Það er rétt. Hann er með 31,6. Will Smith. Þetta er góð spurning. Takk. Ég veit að Will Smith er öflugur. Nei, ég ætla að segja meira. Lokasvar. Nei, minna. Hann er með minna. Lokasvar. Já. Hann er með meira. Hann er með 51,4. Ok. Hann er alltaf svo öflugur í YouTube og Já, ég veit að það var sem ég var að hugsa. Ég bara hugsa að það er svo margir hardcore Eminem átandur, sko. Já. Hann bara postar aldrei. Hann er bara með eitthvað teymi sem... Já. Justin Timberlake. Minna. Hann er með meira. Hann er með 59,7. Ég er búin að fokki missa það, maður. Já. Ég er búin að fokki missa það. Á 59,7. Britney Spears. Minna en JT. Hún er með 28. Það er rétt. Það er lítið, maður. Já. 6ix9ine. Meira. Nei, hann er með minna. Það er með minna Britney. 23,4. Pældi í fokkin búblunni sem við höfum heima í. Eða þú veist, manni líður eins og allir sé að followa 6ix9ine. Já. Og síðasti til að enda þetta er Ty Dolla $ign. Hann er með minna, er hann ekki bara með 10 eða 5 eða eitthvað? 5,5. Já, 5,5, já. Þú klúðraðir 2.
Það ekki? Ég held ég að Will klúðra meira. Smith og Justin Timberlake. Og Britney líka. Eða ekki? Nei, og 6ix9ine. Og 6ix9ine, já. Ég helst að hann var með meira en Britney, já. 3, það er 7 í einhvern. Já, það er nú bara helviti gott. Mér finnst það bara gott. Já. Þið með líka endilega að senda mér hérna á Instagram eða senda félagsmiðstöðinni hvað þið viljið sjá í þessu. Já. Meira minna eitthvað. Því mér finnst þetta stemming, sko. Já, Og auðvitað auðvitað að gera þetta. Hérna, eina sem þarf er bara að þú tekur 6 klukkutíma research og svo er þetta bara klárt. Svo er þetta bara bing bang boom. Svo er þetta bara bing bang boom. Eigum við hérna að ræða hlustendavölunin? Já, ég til í að ánubrum á því þú með endilega kjósa mig. Ég er tilnæmdur í 4 flokkum. Já, ég kaust því. Takk maður. Sástu það sem postað á Facebook? Já, ég sá það. Mér varst það svo lúðalegt hjá mér. Hvað gerur þau? Ég kaus herra hnetusmjör. Já, ég þakka fyrir það hvert atkvæði skiptir máli. Mér Já. endilega að fara run those numbers up. Maður. Ég er að peppa í story. Hvernig er þetta búið? Apríl. Já, ok. En þú veist, atkvæðin eru örugglega til, þú veist, miðjan mars. Já, gekkja. Já, ég ætla að opna hérna að sjá hvað það var í boði. Mér fannst allan einn svona litur skandall, ég veit ekki skandall eða ekki, en mér fannst mjög skrítið Já, við erum að hugsa það saman. Flíg Já. með okkar manni Haka og okkar manni Bubba Já. hafi ekki verið til eins að laga ársins. Já, ég er sammála, mér finnst það skrítið. Náttúrulega, en samt þegar maður skoða lögin, þú veist, Kali og I Want More, þú veist, Bríet Esjan, Í kvöldi gigg, Guskus og Vök Hægir, Herra Netsmjör stjörnunar, Bera sig allir vel, Helgi Björns og Think About Things Daði. Já. Guskus og Vökleið, ég hef ekki mikið hlust á það. Nei, ég vissi ekki að það væri til, sko. Ég hef samt séð hérna, ég man það var einhver sem, maður kannast við sem gerði mymbandi. Já, Hvað var það aftur? Ágústeli. Er það þetta lag? Já, Það sem hún er nei. að hlaupa þetta teiknumyndin? Nei, það er bara með Vök. Ok. Þetta er eitthvað, ég man ekki hvað gera þetta. Nei. Alltaf, krassa sig, smíðaði pallina eitthvað svona. Ok. Og Kali og lagið, ég man bara, ég hef ekkert eitthvað mikil hlust á það, en ég man bara að það var alltaf í útvarpinu hérna þegar ég var að gefa út lagið með Frikador. Já. En mér varst alveg pláss fyrir fleiri lög, sko, líka sérstaklega sem að það var einhver að benda á, sko, eins og í pop flýtundi ársins er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en það eru bara 7 lög tilnefnd. Já. Það er ekki eins og þeir hefðu ekki getað bætt ykkur inn. Nei, það er alveg rétt. Það virðist ekki vera en regla á þessu, sko. Það er mismunandi bara. 9 plötur. Já, 4 nýlegar. 4 nýlegar, já. Já, hvað finnst þér að Haki ef ekki verið tilnefndur þessi nýlið? Mér finnst það alveg steikt, sko. Það ekki? Jú. Mér finnst það alveg fáránlegt, sko. Já. Og ég hugsaði eitthvað svona, kannski er þetta út af því að hann gaf út tónlist áður, en ég man til að ég var tilnefndur sem nýlið ársins, að þá var Auður tilnefndur. Einmitt. Og hann hafði gert lögin okkur ár. Hann hafði unnið hérna Ístón. Ístón 4 árum áður yfir Aron Kahn. En annars er þetta svona nokkuð Já. basic, sko. Já. Með einu sem mér fannst þetta, mér fannst Haka dæmið, minnst ekki alveg mikið sens að hann sé ekki hann, sko. Nei. Mér finnst, sko, þannig að þetta finnast mjög mikið þetta. Já. En einhvern veginn verður þetta að vera. Já. En það sem ég hef út á þetta að setja, það er, hérna, eins og þegar ég tók rosalegt rönn í fyrra eða eitthvað. Ég gaf út, sko, náttúrulega, við gáum út saman út Klakar, Hetjan Remix, ég gaf út Vitleysan eins, Fattaskap aftur í, Sorry mamma, Emitt, og bara 1 lag tilnefnd, Já. skilurðu. Eins og Bríet hérna, skilurðu, á fleiri mjög stóru lög sem kom út í fyrra. Já. En bara Esjan er til eins og lag ásins. Já. En samt er til dæmis hérna eins og í fyrra þá var hérna Klakar á móti Malbygg sem að Þormóður pródúseraði bæði, skilur við, þannig að það er greinilega ekki, við sko að meina. Já. Það er bara eitt á artistan en ekki ekki pródúserinn. Já. Það er bara svo það er. Poplínandi ársins, sko, lag ársins að mínum mati
er Esjan með Bríeti. Hann er alltaf bara mest spilað í útvarpi og mest spilað á Spotify Já. af öllum lögum og það er bara Think About Things náttúrulega með 50 milljónir eitthvað Já, en íslenska nei, á íslensku markaði það er bara samkvæmt Excel-skjali félagi íslenska hljómplötuframleiðanda þá er það allt íslenska tölur, íslenska Spotify og íslenskar útastöðar, þá er hún á toppnum á báðu Þannig að mínum mati er það en það er náttúrulega þjóðin kýs það er bara henni rockflytjandi ársins ég hendi í Ham af því að ég elska Tvíhöða og Sigurjón Kjartansson er í Ham Aha. Já. Það var hans claim to fame sko það var fyrst Sigurjón í Ham bara in the 80s Já, ok, ég veit ekkert þau þá reyndar fíla ég líka alveg með sér sko, það eru kongar Já söngkona ársins það er Bríet Já þú veist af öllum hérna Bríet, GTRN Sigrún Stella, Elisabeth Ormslev, Margrét Rán Sigurður Thorlacius, Klara Elíasdóttir og Katrína Móensen þetta er svolítið þú veist já, ég meina þú veist að mínum mati þá áttu hún stærsta árið sko Já Söngveri ársins þá eru Jökull Július, Helgi Björns, Ingo Viðuguð Herran Etursmjör ég er ánægður að vera, þetta er í fyrsta skipti að þetta sem ég tilnæmdur sem söngveri ársins Aha, ég held þú að vera einu sinni aður það? Ég held það getur verið Birgir Steinn, Sverrir Bergmann, Daði Freyr Ásgeir ég náttúrulega myndi kjósa sjálf mig hérna af því að ég kaust þig já, þakka fyrir Plata ársins, Kveði Bríet með Bríet KB kennir Erfingi Krúnar, Herran Sátt Ásgeir, Yfir hafið Hjálmar Hjaltarinn Hjaltalín, GTRN Ræta Fær, Mammút, Í miðum kjarnorku vetri Jóbjó Króli og Bleikt ský með þessu þetta ég kaus sjálf mig en að mínum mati er á Bríet þetta ég kaust þig líka Takk bró ég líka mikil svolítið hlusta á hérna Sátt með Ásgeir og hérna er hann góð það? Mér finnst það, mér finnst sum lög að náða mér alveg sko og svo þetta líka hann að GTRN plötuna já, ég er búin að hlusta mikið á hann líka já, hún er góð sko ég hlakka til, hérna, ég er búin að eiga miða á fokkin hérna útgáfatónleikana ekkert eðlilega lengi sko já þannig ég hlakka til að fara þá já, svo nýlega ásins Draumfarir, Skoffin, Seleb og Kristín Selja ég verða veikina, ég veit ekkert hvað fólk þetta er nei, maður sjá Draumfarir hérna, já, Birgir já, einmitt ég veit ekki hvað hitt er samt en myndband ársins, mér finnst þér hægt að gera eins meira úr því einhvern veginn ég man að var alltaf, ég veit ekki hvort það sé þannig núna já. En hérna þá var það sér dæmi nei jú, eitthvað kosinu album.is já, nei, það er hérna Easton já, það er Easton já alveg rétt yes sir Viltu segja hvað þið finnst Easton? I'm fuck with it ég er hérna ég vil hafa lýðræðislega kosningu já annað er fasismi sætt hashtag mín skoðan já, ég hætti að sækja á Easton þegar ég vann nýlega ásins á hlustendölunum og var ekki tilnefndur sem nýlega ásins á Easton eftir á já, þá var ég bara ok, ég er ekki að vera að vinna neitt á það já, einmitt Nýdönsk vann poplag ársins yfir Friðrik Dór Frökar Reykjavík til dæmis já, alveg rétt Auður með fullri virðingu vann nýlega ársins yfir Aron Kahn ára 2016 sem er alveg sama hvernig á það litið, það er fucking galið já eins og ég segi aftur með fullri virðingu fyrir Auður ég fíla hann mjög mikið já, en á, þú veist, á 2016 Auður versus 2016 Aron Kahn bara no debate sko já og já, það er fleiri svona dæmi eins og ég segi allt annað en lýðræðisleg kosninga fasismi þetta er svo það er hitt í þér já, nei það er bara svo þær en hvað segirðu? Hvað er planið í dag? dagurinn sem ég búinn, sko, ég er bara að fara heim og ég veit ekki, kannski borða eitthvað gott spila smá kót, chilla með Söru chilla með Björgun ég glemt að svara þér í gær þegar þú sagðir við erum 5 í SNT ég var upp í rúmi hálf svoandi já, gekk ekki, við unnum ekki eitt leik sko. Ég fór reiður og svo sko. Já, fór reiður og svo sko. En ég er búin að spila Hitman eða ég er búin að glugga aðeins í hann já spilaði þú Hitman þegar þú varst yngri?
Aðeins, ég veit mjög mikið hvað þetta skilja. Já, ég spilaði leikina mikið þegar yngri, sko. Já. Og þannig að þetta er mjög gaman og hann er mjög flottur. Já. Og Ég hort smá á YouTube, fólk spila hann á YouTube. Já, hann er nefnilega mjög cool, sko. Já, þetta er gaman, það er svo gaman, það er svo mikið frelsi, sko, en samt svona svolítið afmarkað. Já. Þetta er mjög gaman á hann. Mjög mikið frelsi og afmarkað. Já, þetta er svona afmarkað frelsi. Þetta er svona the illusion of freedom. Já, nákvæmlega. Fuck the system. Fuck the system, allt annað er fasismi. Fuck fasismi. Fuck hann, maður. Fuck fasismi. Herru, við kveðjum að sinni. I love you, man. I love you, man. I hope you get better. Takk, bro. Kongurinn. Ég er að fara vel með mig. Ég er hérna með góða úlpu og bara að fá mér í föt og svona til að láta mig líða þess betur. Algjörlega. Það er lykillinn að góðri heilsu. Já, ég er þetta að borða ekkert eðlilega óholt, sko. Já. En ég er lasinn. Það er það bara. Það má, og það er COVID. Og það er COVID, já. Ég er atvinnulaus. Aldrei unni neitt á Ístón. Fuck, þetta fasisma kjaftaði á Ístón. Það er ógeðslega fyndið árið sem að nýdönsku vann lag ársins yfir, poplag ársins yfir Ríkardó. Ég var það, ég man það. Já, þú varst það. Já, ég var tilnefndur en ég mætti ekki. Mættir ekki. Já, þú og Joe og einhverju fóruðu. Já. Og svo eftir að það var Gauti, örugglega þú, Joe, Pálmi Ragnar og einhverju fleiri sátu við borð og voru svona skipuleikja, svona, þetta ætti að vera svona, þetta ætti raun að vera svona og þetta ætti að vera svona og svo var einhver sem sagði, já, en at the end of the day þá erum við bara a bunch of fucking losers sitting at a table. Já, vinn aldrei neitt og erum bara fucking rífandi kjafti ykkur á efri hæðinni í hörpunni að plana hvernig þetta ætti að vera. Það væri miklu betra þannig. Já. Bunch of fucking losers at a table, man. Já. Herri, við þakkum kærlega fyrir okkur. Love you. Love you. Ciao.